Dótturfélag Samherja í Þýskalandi hefur á undanförnum árum keypt afla af skipum Samherja á Íslandi á allt að þriðjungi lægra verði en gengur og gerist í samskonar viðskiptum, samkvæmt upplýsingum sem Kastljós hefur aflað sér. Fyrirspurn Kastljóss málið var tilefni viðamikilla rannsóknar yfirvalda og húsleitar í morgun. Grunur leikur á að Samherji hafi brotið lög gjaldeyrisviðskipti en allur útflutningur félagsins á síðustu misserum nú til rannsóknar. Sú staðreynd að flest sjávarútvegsfyrirtæki ráði bæði yfir vinnslu og útgerð veldur því að fiskverð oftast mun lægra en á opnum mörkuðum. Það þýðir að sjómenn fá lægri tekjur og ríkissjóður lægri fjárhæðir í gegnum auðlindagjald. Útgerðarmenn segja fyrirkomulagið skapa samkeppnisforskot fyrir íslenskan sjávarútveg, en fulltrúar sjómanna segja erfitt að sækja rétt laun fyrir sjómenn þegar sami aðili selur og kaupir aflann. Framkvæmdastjóri félags fiskútflytjenda telur núverandi fyrirkomulag og skort á eftirliti einfaldlega bjóða upp á að þeir sem það kjósa flytji arð af auðlindinni úr landi í stórum stíl. Rétt að taka fram að öll viðtölin í umfjölluninni sem hér fer á eftir voru tekin áður en rannsókn gjaldeyriseftirlitsins hófst. Helgi Seljan og Benedikt Ketilsson taka nú við. Víða heim gilda reglur með hvaða hætti skuli standa að sölu á fiski sem sjómenn koma með að landi. Algengast að fiskurinn fari beint á markað. Hugsunin að baki yfirleitt sú að sem hæst verð fáist fyrir afurðirnar og að samkeppni sé tryggð. Á Íslandi gilda hins vegar aðrar reglur enda eru útgerð og vinnsla yfirleitt á sömu hendi. Fyrir vikið halda margir því fram að minna hafi skilað sér til samfélagsins en ella væri í gegnum skatta, gjöld og ekki síst auðlindagjaldið svokallaða. Talsmenn útgerðarinnar segja það skapa samkeppnisforskot fyrir íslenskan sjávarútveg að geta stýrt veiðum, vinnslu og sölu á sömu hendi. Nokkur fyrirtæki reka sín sölufyrirtæki erlendis og þó slíkt sé bannað með lögum virðist hægt að selja til erlendra dótturfélaga á mun lægra verði en almennt tíðkast og taka þannig arð af auðlindinni út erlendis. Kastljós hefur aflað sér upplýsingar sem benda til að íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki hafi árabil selt erlendu dótturfyrirtæki sínu afurðir á undirverði. Fyrirspurn Kastljós til yfirvalda var tilefni umfangsmikilla aðgerða, sérstaks saksóknara og gjaldeyriseftirlits Seðlabankans í morgun. Þrátt fyrir gjaldeyrishöft og strangar reglur þar virðist eftirlit með viðskiptum með auðlindina út úr landinu vera lítið sem ekkert. Talið að 80% þess afla sem landað á Íslandsmiðum fari til vinnslu í fyrirtæki útgerðarinnar sjálfrar. Þetta eru kölluð bein viðskipti. 20% landaðs afla eru svo seld á opnum markaði. Verðið þar alltaf 40% hærra. Þannig í raun ekki einfalt mál að svara þeirri spurningu hvað kíló af þorski sem landað á Íslandi kostar. Svarið í raun tvöfalt. Opinbert verðlagseftirlit með fiskafurðum á Íslandi. Því var komið á til að bregðast við ítrekuðum kröfum sjómanna að rétt yrði gert upp við þá, enda kaupa eigendur skipana oftast sjálfir af þeim aflan. Verðlagsstofa skiptavers var stofnuð 1998 og ber að fylgjast með að sjómenn fái réttan hlut. Hlutverk stofnunarinnar þó ekki eingöngu að gæta hagsmuna sjómanna, enda eru hagsmunirnir meiri en svo. Á vefsíðu verðlagsstofu skiptavers má nálgast svokallað lögbundið lágmarksverð á ýmsum algengum tegundum. Þar má einnig sjá 2 tegundir meðalverðs hverrar tegundar aftur í tímann. Markaðsverðið nær undantekningarlaust hærra. Fiskifréttir birtu nýverið upplýsingar verð á algengum tegundum á síðasta ári. Þar kemur fram að meðalverð á þorski á síðasta ári hafi verið 261 króna á kílóið í beinum viðskiptum en 352 krónur á fiskmörkuðum. Munurinn minni á ýsu og karfa og nær sama verð á ufsa. Í einfaldri mynd má setja upp dæmi þar sem 2 skip landa hvort sig 30 tonnum af þorski á sama tíma í sömu höfn. Annað landar til vinnslu eigin útgerðar og fær fyrir það 7,8 milljónir í aflaverðmæti. Hitt skipið landar á markað og fær tæpum 3 milljónum meira eða 10,5 milljón króna. Á þessu dæmi auðvelt að átta sig á þeim samkeppnismun sem verður þegar eitt fyrirtæki rekur vinnslu og reiðir sig á afla af markaði og svo þegar annað fyrirtæki rekur bæði útgerðin og vinnsluna. Þetta það fyrirkomulag sem við höfum og við eins og ég segi, bara ánægð með það að geta unnið afla eigin skipa og það hefur veitt okkur mikið samkeppnisforskot
á aðra þjóðir. En veitir það ekki líka mönnum tækifæri til þess að greiða lægra fiskverð heldur þau myndan að skila? Já, það ekki sko verið að greiða neitt fiskverð vegna þú ert aldrei að kaupa fisk. Þú ert að versla náttúrulega við þá sem koma með aflann í land með laununum þeirra, þannig að þú ert að framkvæma kaup með því. Nei, þú ert ekki að kaupa en við þurfum ekki að hártoga það. Þú ert hins vegar að semja þá við sjómuna hver hlutur þeirra að vera. Já. En hann ekki lægri heldur en að væri annars? Hann lægri í flestum tilvikum, jú. Okkar helsta baráttumál náttúrulega það að fiskur sé seldur á opnum fiskmarkaði eða í það minnsta að í þessum beinu viðskiptum milli aðila sem eiga bæði útgerð og vinnslu sé miðað við markaðsverð. Þannig að allar fiskvinnslur sé að kaupa hráefni á jafnréttisgrunni eða samkeppnisgrunni. Í Noregi og Færeyjum allur fiskur á markaði. Í Evrópu beinlínis kveðið á það að fyrstu viðskipti með fisk skuli fara fram á frjálsum opnum markaði. Þetta kannski svona stærsti kosturinn sem við höfum umfram markaðar á flestaðar á að því að Norðmenn voru nefndir til dæmis Norðmenn. Það það að við getum haldið á allri keðjunni, veiðum, vinnslum og sölunni og getum þá skipulagt veiðar og vinnslu með tillit til aðstæðna á markaði hverju sinni. Og þetta það sem við erum öfundar að viða. Nokkrar fisktegundir gildir þó annað lögmál. Þar í raun eitt verð en ekki tvö. Þar þó ekki að ræða beint markaðsverð en það nær engin uppboðsmarkaður til þegar kemur að uppsjávartegundum eins og loðnu, síld, makríl og kolmunna sem landað hér á landi. Ástæðan einfaldlega sú að oftast eiga sömu menn skipin og vinnslurnar. Því eru gerðir samningar milli áhafna og útgerðar verð. En sjómenn hafa lengi haldið því fram að samningsstaða þeirra sé mjög slæm, auk þess sem að verðin séu oft lág í samanburði við það sem gerist og gengur til dæmis á Norðurlöndunum. Noregur og Færeyjar eru oft nefnd í samanburðinum. Í grein í blaði félags vélstjóra og málmtæknimanna sem Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður félagsins, skrifaði, gagnrýnir hann þann mikla mun sem hann segir á verðinu sem útgerðin greiðir til skipa hérlendis miðað við nágrannalöndin. Til dæmis hafi óveitur makríll í Færeyjum sem boðin var upp í fyrra í sumum tilfellum verið dýrari en makríllinn sem landað var á Íslandi. Hvað varðar loðnuna segir Guðmundur að þegar verð fyrir loðnu af Íslandsmiðum hafi verið 40 krónur í Noregi, hafi það verið 25 krónur að meðaltali hér á landi. Annarkvort við þá að gefa þetta frá okkur á svona lágum verðum eða þá að mismunur liggur eitthvað. En þarna þeir með ólíkt fyrirkomulag. Það sem sagt ekki þannig þar að veiðar og vinnsla sé á sömu hendi og þess vegna þeir að selja þriðja aðila. Það sem minna það það þó líka og þess vegna höfum við þetta verkefni, sjómenn og útvegsmenn, að semja það hver launin skuli vera. Norðmenn landa líka loðnunni sem þeir veiða við Ísland hér á landi. Þá ræður framboð og eftirspurn enda algengt að Norðmenn leiti þá tilboða í aflann. Árið 2011 lönduðu erlend skip alls 54.000 tonnum af loðnu hér á landi eða 15% allrar loðnu sem landað var það ár. Verðið til þeirra gat verið alltaf 50% hærra í einstaka mánuðum. Meðalverð ársins var næstum fjórðungi hærra til erlendu skipana en þeirra íslensku. Að bæða vertíðinu 2010 og 2011 að sama morgunin eftir veiðin næturinnar þá lá íslenskt loðnuveiðiskip og norskt við sömu bryggjuna að landa í sömu bræðsluna. Íslenska skipi fekk 24 krónur fyrir kílóið, norska skipi 50. Það alveg rétt að íslenskar verksmiðjur, getum sagt, íslensk fyrirtæki sem reka verksmiðjur hafa keypt afla Norðmönnum mismikið og þar hefur verðið verið hærra og þá sjá menn sem að reka þessar verksmiðjur tækifæri til þess að nýta þessi framleiðslutæki sem þeir hafa. Stundum það þannig að menn hafa ekki hráefni og taka þetta þá inn eða þá sem viðbót við það sem þeir hafa fyrir. Og það þá mat þeirra að það sé réttlætanlegt út frá þeirra sjónarmiðum að borga það verð sem umsemst og þá þeir í samkeppni við norsku verksmiðjurnar. Það þó ekki eingöngu sjómenn sem tapa á því að verð sé lágt sem aftur skila sér í lægri tekjuskatti. Aflaverðmæti hefur einnig áhrif á opinber gjöld eins og hafnargjöld og svo ekki síst auðlindagjaldið. Þetta umsamda verð sem hún talar eftir því sem það myndi hækka, þá myndi væntanlega auðlindagjaldið hækka.
Já, það myndar stofn gjaldsins, það er alveg rétt, og ef að prósenta væri sama þá þetta færðu herri tölu út. Auðlindagjald var sem kunnugt sett á til að skapa sátt kvótakerfið. Ef hægt að gefa sér að allur afli færi á markað og verð myndi hækka, ljóst að auðlindagjaldið myndi líka hækka. Það enda samanlagt aflaverðmæti greinarinnar sem ræður því hversu mikið greitt í auðlindagjald. Eins og áður segir fiskverð háð opinberu eftirliti Verðlagsstofu skiptavers. Verðlagsstofan hefur víðtækar heimildir til að afla gagna frá útgerðum og getur jafnvel leitað liðsinnis skatta- og tollayfirvalda, banka og sparisjóða í gagnaöflun, óháð bankaleynd og þagnarskyldu. Eftirlitið umfangsmikið og víðtækt samkvæmt lögunum. Óánægja ríkir þó með eftirlitið meðal margra sem Kastljós hefur rætt við. Það eigi þannig erfitt með að taka mál fyrir en löngu eftir að þau koma upp. Einnig eftirlitið ekki sagt nógu duglegt við að nýta heimildir sínar og að það taki oft orð útgerðana fyrir því hvert hið endanlega söluverð afurðana sé. Sjómenn sjáu auk þess endanlegar sölunótur í fæstum tilfellum. Fyrir vikið ríkir tortryggni að rétt sé gefið. Eins og með uppsjá við þar þetta náttúrulega bara sýnda mennska. Útgerðan koma með undirritaða pappíra hvað á að skrifa undir og menn hafa bara valið það annarkvort að skrifa undir eða missa plássið sitt, og eins og þetta í dag þá held ég nú að það sé fáir sem vilja labba í land af svona uppsjáskipi og við hefum mörg ljót dæmi það hvernig áhöfnum raun og veru svona hótað undir rós, eins og við getum sagt, ef menn haldi sér ekki máttinni. Veistu þess að menn hafa verið reknir vegna þess að þeir voru að vasast í þessum málum? Við teljum okkur vita dæmi það, já. Í dag starfa 3 einstaklingar hjá Verðlagsstofu í 2 stöðugildum. Bæði sjómenn og útgerðarmenn eru þó sammála að með því nái stofnunin ekki að sinna skyldum sínum. Verðlagsstofa heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Ráðherrar þess málaflokks eru sagðir hafa sýnt mikilvægi hennar í eftirliti lítinn skilning. Til marks það benda menn á að árið 2008 hafi þáverandi ráðherra Einar K. Guðfinnsson skipað sem forstöðumann eftirlitsins einstakling sem verið hafði hátt settur innan útgerðasviðs Samherja til fjölda ára til þess að hafa eftirlit með verðlagningu þess sama fyrirtækis og annara. Nýr forstöðumaður hefur síðan tekið við eftirlitinu. Gagnrýni á verðmyndun sjávarafurða beinist nú ekki síst að þeirri staðreynd að til viðbótar við sameiginlegt eignarhald á útgerð og vinnslu hafa nú bæst við sölufyrirtæki í sömu eigu. Slík fyrirtæki eru oftar en ekki nærri mörkuðunum sjálfum og því skráð erlendis. Eins og við sjáum ofta að getur fyrirtæki líka átt erlend sölufyrirtæki og selt áfram á lágmarksverði frá fiskvinnslunni yfir í erlenda fyrirtækið, sölufyrirtækið, og tekið út arðinn af allri greininni út í erlenda fyrirtækinu. Og hvort menn að leika þennan leik, læt ég ósagt, en allavega möguleikin þarna til staðar. Og auðvitað ættu menn að skoða þetta. Þetta bara hluti af því að selja aflann og þá eru sölufyrirtæki sem þurfa að hafa sinn eðlilega hlut. Ég þekki ekki dæmi að það sé eitthvað óeðlilegt í gangi þar. Slík dæmi eru þó til og tengjast viðskiptum eins stærsta útgerðarfyrirtækis landsins við dótturfélag sitt í Þýskalandi. Kastljós hefur þannig aflað sér upplýsinga að Samherji hafi á nokkurra ára tímabili selt afla fyrir 100 milljóna til dótturfyrirtækis síns á verði sem alltaf 3/4 lægra en gengur og gerist í sambærilegum viðskiptum. Samherji hefur á sínum snærum fjölda erlendra dótturfélaga enda starfsemi félagsins fjölþjóðleg. Nær allar afurðir Samherja sem eru veiddar eða unnar hér á landi eru seldar í gegnum félög Samherja sem ýmist eru skráð hérlendis eða erlendis. Eitt þessara fyrirtækja félagið Icefresh GmbH sem rekur ferskfiskvinnslu í Cuxhaven í Þýskalandi. Kastljós hefur undir öndum gögn sem sýna að nokkrir togarar Samherja hafi á undanförnum árum selt mörg þúsund tonn af karfa til þýska dótturfélagsins á mun lægra verði en gengur og gerist í slíkum viðskiptum. Í gögnunum kemur fram að meðalverð á gullkarfa sem seldur var til Þýskalands og fluttur þangað ferskur hafi á síðasta ári verið 320 krónur fyrir kílóið. Á sama tíma greiddi dótturfélag Samherja skipum Samherja hér á landi 90 krónum lægra verð fyrir kílóið eða 230 krónur.
Alls voru selt 400 tonn af gullkarfa út til dótturfyrirtækis Samherja á þessu verði í fyrra fyrir 90 milljónir króna. Munur á meðalverðum fyrir djúpkarfa var svo enn meiri. Meðalverð fyrir slíkan fisk útfluttan í gámum var 360 krónur í fyrra en á sama tíma greiddi félagið í Þýskalandi skipum Samherja 240 krónur fyrir 200 tonn sem flutt voru þangað út. Kastljós hefur einnig undir höndum sundurliðun frá árunum á undan en í skýrslu sem Verðlagsstofa Skiptavers vann árið 2010 kom í ljós að Samherji hefði á árunum 2008 og 2009 selt sama félagi karfa á undirverði. Í skýrslunni kemur fram að þau ár hafi verið að ræða afurðir fyrir 100 milljóna króna. Kastljós bar þessar upplýsingar undir Gunnar Sigurðsson, núverandi forstöðumann Verðlagsstofu, sem neitaði að upplýsa nánar málið, né heldur hvers vegna ekki hefði verið gripið til aðgerða gegn fyrirtækinu fyrr. Hann sendi hins vegar frá sér bréf til nefndarmanna í úrskurðarnefnd Verðlagsstofu þar sem hann lýsti samskiptum sínum við Kastljós og hvaðst hafa neitað að upplýsa neitt málið, en myndi í leiðinni nefndarmenn á þagnarskyldu nefndarinnar og sagði svo: Fjölmiðlaumfjöllun kann að tefja og jafnvel skaða mál sem eru til rannsóknar hjá Verðlagsstofu og úrskurðarnefnd. Augljósir hagsmunir eru af því að málum sé haldið frá opinberri umfjöllun á því stigi. Ef marka má skýrslur Verðlagsstofu og upplýsingarnar viðskipti Samherja við dótturfélag sitt ljóst að umræddar afurðir hafa verið undirverðlagðar út úr landinu án mikilla afskipta á nokkur ára tímabili. Skattalög leggja bann við því að viðskipti tengdra aðila séu gerð á verðum lægri en þeim sem almennt tíðkast. Lög gjaldeyrisvarnir sem sett voru í byrjun árs 2009 eru samhljóða en þau voru sett í þeim tilgangi að verja krónuna. Brot á þessum lögum geta varðað alltaf 2 ára fangelsi. Kastljós lagði gögnin varðandi afurðasölu Samherja fyrir gjaldeyriseftirlit Seðlabankans á dögunum og óskaði eftir mati á því hvort lögbrot væri að ræða. Forstöðumenn eftirlitsins fengust ekki til að leggja mat á málið á þeim tímapunkti. Í framhaldinu hófst þó rannsókn á málinu sem leiddi til húsleitar á skrifstofum Samherja í Reykjavík og á Akureyri í morgun með aðstoð embættis sérstaks saksóknara. Rannsóknin beinist nú að öllum útflutningi Samherja síðustu misserin og einnig skilum fyrirtækisins á gjaldeyri til landsins. Rannsóknin svo umfangsmesta í sögu gjaldeyriseftirlitsins. Samherji eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins og handhafi tæplega 8% af heildar fiskveiðikvóta Íslendinga. Samherji á auk þess nærri helmingshlut í síldarvinnslunni í Neskaupstað sem aftur ræður yfir rúmum 5% af heildar kvóta Íslendinga. Hluti af viðskiptum dótturfélags Samherja sem nú eru til rannsóknar tengjast kaupum á afurðum skipa síldarvinnslunar. Samherji heldur úti umfangsmikilli starfsemi hér heima og erlendis. Stærstu eigendur þess, frændurnir Kristján Vilhelmsson og Þorsteinn Már Baldvinsson, hafa auk þess verið umsvifamiklir í öðrum greinum viðskipta og voru útnefndir viðskiptamenn ársins af Viðskiptablaðinu við lok síðasta árs. Sem fyrr segir eru ákvæði í skattalögum sem fjalla viðskipti tengdra aðila. Þau ganga hins vegar mun skemur en víða annar staðar. Eftirlit með útflutningi virðist enda lítið hér á landi hvað þetta varðar. Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri segir stofnunina aldrei hafa fengið slíkt málinn á sitt borð svo dæmi sé tekið og hún viti ekki til þess að yfirvöld hafi lagst sérstaklega yfir viðskipti tengdra aðila með sjávarafurðir út úr landinu. Víða erlendis gilda enn strangari reglur til að koma í veg fyrir skattaundanskot, svokallaðar sérstakar milliverðlagsreglur. Þær gilda hins vegar ekki hér á landi. Í Noregi og víðar sú skylda lögð á stór útflutningsfyrirtæki að þau sanni sjálf að verði í viðskiptum milli tengdra aðila geti talist eðlileg markaðsverð. Hér sönnunarbyrðin alfarið hjá yfirvöldum sem gerir eftirlit þyngra í vöfum. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, neitar því í yfirlýsingu að fyrirtækið hafi brotið lög og því sé rannsókn Seðlabankans tilhæfulaus. Hann vildi ekki veita Kastljósi viðtal að svo stöddu þegar eftir því var leitað í dag. Og á morgun þá höldum við áfram að fjalla þessi mál hér í Kastljósi. En að reyna að rækta og vinna sinn eigin mat gerir mann að meðvitaðri neytanda. Bókin Góður matur, gott líf eftir hjónin Ingu Elsu Bergþórsdóttur og Gísla Egil Hrafnsson var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna 2011 í flokki fræðibóka og bóka almenns